Já, komið þið sæl, þetta ekkert smá. Ég bara að læra kennari, sko, ég ekki uppistandari, þannig að ég veit ekki alveg þetta með að skemmtileg fólk og hafa þetta skemmtilegt. En það var þetta það sem að Þura sagði. Svo byrjaði því að þakka fyrir að fá að koma vegna þess að hér hjarta mitt og hér á ég heima. Það bara þannig, þar sem að öðru líður. Þar sem ég bý, þá ég alltaf hér. Það sé stilla í því svona. Það sjá mig neitt, að ég með mjög sundurleit minningabrot, ég veit ekki af hverju að byrja mig að tala, vegna þess að ég man ekki neitt, ekki eins og hvað ég gerði í gær, sko, en svo fór þetta að rifjast upp og ég nú bara búin að hafa 6 mánuði til að rifja upp. Og til þess nota ég aðalega myndir og sem dóttir ljósmyndara þá beðist ég innilega velvirðingar á því að ég stal þeim öllum úr alnetinu. Ekki öllum en flestum. Ófrjálsri hendi. Og þetta ég, reyndar úr albúmi Sigurgeirs. Byrjum á byrjunni. Ég sem sagt komin af 2 guðdómlegum fjölskyldum, það Skuldarættin og Geysisættin. Geysir Skólaveg 21 og Skuld stóð vendan á Skólavegi, en stóð við Vestmannabraut. Og í Skuld það afi Jónas Sigurðsson og nafna mín, þess að ég skýr þetta Guðrún Kristín Ingarsdóttir, og í Geysi var það Guðlaug Gíslason afi og frú Sigurður Jónsdóttir. Ægilega fín frú, og þess að hvað bæjarstjóra frú og þín frú, allt hvaðinn. En aðalgenin nú þarna frá Sigurgeir, Jónasinni, þessum guðdómlega fallega manni, agalega sættur þá ungur, og ennþá, verið sem ennþá rosa sættur, rosa vinsæll, segir Þórarinn, og Jakka. Og ég þarna kem sem afleggari. Svo höldum við áfram með þessa ættarsögu, bara svona, já, þú að slaka Á heimilinu var bara 1 fengitími og það var í júlí. Það sé ekki í júlí, börnin fæddust í júlí, 9 mánuðum áður. Október, já, ég nefndi ekki þetta, mér varst bara, já, fengitíminn október væntanlega vitlaust þarna og þá. En það sem sagt fyrsta nefna Sigrún Inga, sem fædd 7. júlí 54. Guðlaugur fæddur 16. júlí 56 og ég fædd 16. júlí 65. Þannig að já, við systkinum erum þannig öll, en málið að ástæðan fyrir því að þessi börn fæðist í júlí að Sigurgeir í Álfsey og upptekinn. Hann þurfti ekki að koma nálægt þessu, hann kom bara nálægt verknaðinum, síðan var hann bara laus allan óra. Þannig að hann var bara upptekinn í júlí. Það var bara þannig. Og eins og að sést hérna, þá eru þarna Sigurgeir Gulli og þannig afi Jónas í Álfsey og Sigurgeir Örglarninn í, þetta gamli kofinn í Álfsey, þannig að það var, já, hann var bara vel geymdur þar held ég tók hérna bara ána með það, gæti örglega séð þetta sjálf. Mín æskuminning úr Grænuhlíð 10 og í raun og ætla ég bara að tala svona fyrstu árin og mestmægnis í kringum Grænuhlíðina. Þetta var bara mitt svæði, Grænahlíðin. Og ég hef fundið á alnetinu að einhvers staðar á heimaslóð held ég að hafa flutt inn í þetta hús 9. júlí, Sigurgeir Örglarnir heima, 9. júlí 1960. Þannig að ég vona það sem ég rétt. Veitum ekki neitt afmæli notavega? Sko, ég að halda hennar fyrirhustir að þú? En ég vissi að það myndi gerast, hún situr þetta beint á mér. Hún man þetta allt betur en ég. En já, sem sagt húsið, þetta var bara byggt held ég bara allt í skiptivinnu og það var bara allt út í hönd og það ekkert vesen á þessum árum. Þetta var fjölskyldan, þetta svo flotti tími og falleg föt, mér finnst þetta svo glæsileg mynd af þeim. Ég ekki hvað fókusa mynd, af því að Sigurgeir á myndinni, hann yfir bakveilinn svona. En þetta sem sagt tópurinn á þessum tíma og ég svona á þessum árum sem ég svona man eftir. Ég ætla að byrja að því ég skýrði innan fyrirlestu flakkukind og ég kem að því aðeins og eftir af hverju það Fyrsta minningin sem ég man að það var til græn svona velúr budda á heimilinu og í henni var túkall. Og ég fór, ég hef verið svona 2 ára, gangandi, í minningunni gekk ég frá Grænuhlíð 10 niður á, ég ætla að segja gamla spítala, þetta náttúrulega bara spítalinn, þetta vist ekki gamla spítali. Ráðhúsið í dag og ætlaði að kaupa með bróður.
fyrir þennan túkall. Það gekk ekki, mér varst mamma mjög leiðileg, hún vildi ekki koma með bróðir og mér var bara mjög óréttlátt og ætlaði bara vissi að þetta var spítali og ætlaði bara að ná mér í eitt stykki. En ég held að pabbi var komið á bílnum, ég held að það hefði verið keyrt á eftir mér, en þetta er minningunum þannig að ég hef í alvörunni labbað þarna niður til þess að kaupa þennan bróðir sem ekki fjárst. Þegar ég fór að hugsa hvað man ég, eina sem, það helsta sem ég man allt sem tengist mat. Og það kannski ekki skrítið í dag að ég hafi valið mér, starfið að ég matvæla og næringarfræðingur eftir langt og strátt háskólanám. Þá þurfti ég komið gráði því að vita allt mat. En matarást, og ég ætla að segja ykkur frá því vegna þess að í Grænhlið 10, það tengdist líka þess að vera flökkukennd. Ég gat greinilega aldrei verið kjör og ég átti 3 bestu vinkonur. Það var hún Dagný í Laufási sem var í húsinu fyrir ofan og ég var nú að reyna að finna út að ég held hún alltaf að sé kölluð Anna í Laufási líka, systurnar, en ég held hún hafi átt heima austur við 3. Þetta er erfiðast, það var það sögulega, alla staðreyndir á hreinu. En svo er það besta vinkonum minn og Anna í Grænhlið. Það er á Grænhlið 11. Málið ég sótti í þessar konur, ekki að því að mér fannst það geggja skemmtilegar, það áttu bara geggja góða kök. Og ég hef verið 1, 2, 3 bara þegar ég fór að ganga og ég gekk þarna og ég átti stól í þessum húsum og ég klifraði, ég man einhverstað var svona eins og barstóll sem ég einhvern veginn klifraði upp á og það var bara sér tegund hjá hverri konu sem ég fekk og þegar ég bara mætti og svo fekk ég bara og það elsku að gefa mér að borða og ég var náttúrulega bara algjörlega þessi búttuðu börnin ég var bara kringlótt og þarna byrjaði mín þetta svona matarást ég ætla að halda áfram með það vegna þess að pabbi var alltaf hann vann hjá fluginu og hann var alltaf í siglingum hann fór til útlanda ég var alltaf skilin eftir það að fara til Mallorca í 3 vikur eitthvað og svo var alltaf til Fríhafnarnami og það til held ég vídeo eða 8 mm filmaði eitthvað að mér það sem ég sit á svona makettastóð því ég er svona 2-3 ára og ég í alvöru með svona nammi dans og en ég man líka að það var óþolandi erfitt límband allan hringinn mjög erfitt það var alltaf til Fríhafnarnami og það kom kannski í júli, ágúst í pókar nei, það skyldi gengt til 24. desember þegar það fór í skálan hvað er það sem eitthvað gaman að bíða eftir þessu þetta er alveg fáránlegt þetta var svona eitt af þessum uppáhald ég tók þessa mynd sjálf reyndar, ég fann svona dós í sveit allavega þetta var vinkona mín í Grænhliðinni hún Kristný Sigurbjörg Grænhlið 3 og við stundum það sem sagt þess að við halda áfram með matarhugmyndina að við byrjum heim í henni með drekkutímana svo löpum við til mín og svo getum við ekki drekkutíma í allan dag þannig að það voru 2 drekkutímar á hverjum degi bara ég veit ekki frá 2 ára til 5 ára þetta góð sem komið eitthvað og svo var eitt atriði sem man mjög vel eftir þegar Kristný kom hágrátandi þá hún fengið vinsaleg slökku á farsímu með ég tala en þá hefði Kristný fengið suðursúkkulaplötu, ég held bara heila plötu sem, fengið eða fundið, ég veit ekki alveg hvort það var en hún fór allan að bara hágráta og við reyndum í alvörun að líma hana saman með plástri, það var eina sem við fundum við settum svona plástur og svona gammal brúna allan hringinn af því að við veitum alls, þetta geti ekki bragðast eins vel þetta var bara brotna en þetta við bröndluðum mikið saman en ennþá er ég bara stökk í Grænhliðinu ég fór ekkert mikið út fyrir það og þá erum við að tala Grænhlið og mér finnst þetta alltaf mjög fyndið því að maðurinn minn sem ég kynntist að hann kom til Eyja og Björna og hann gat ekki skilið að fólk verði alvörni að giftast bara þessu húsi og svo giftist við bara í næsta húsi þarna voru þau þess að í Grænhlið 16 og Grænhlið 18 og þau giftust og það er Elías og Kolbrún mér finnst þetta alltaf mjög magnað því að þau þetta er náttúrulega löngu fyrir gos og löngu áður þau eru náttúrulega bara börn þarna á þessum tíma en við vorum öll leikfélagar í þessari götu og svo er það bara þessar minningar með alla þessa leiki og allt þetta sem að þið þekkja sem að maður var bara úti það einhvern veginn og mér til dæmis minnist að ég hef samt verið að lesa mig til það
Það hafi ekki verið gott veður 22. janúar en í minningunni minni var ég út að leika og fekk að vera til 10 og þá var ég bara 7 ára. Og þetta janúar þannig að útvegstíminn var örugglega bara til 8 þannig að það nú ólíklegt ég hafi fengið að vera úti svo lengi en það einhvern veginn í minningunni það hafi verið algjört logn og við höfum verið í svona útileikjum og nákvæmlega þessum öllum og ég tek þarna einn í lokin að þetta sem kannski ekki leikur en það að teika, mér fannst það alltaf og ég ætla að tala þetta á næstu klæru en þetta sem sagt ég sá þessa myndin á heimakleitundaginn sem sagt róið á Vilpunni og ég man við löpum sem sagt ég úr Grænlínu og upp í Vilpu en ég man samt ekkert endilega eftir að hafa mikið verið þarna að leika því þetta var kannski svolítið út úr mínu nær umhverfi en enga síður man ég eftir að við lékum okkur í kringum Vilpuna. Og mínu heimili var bara einn litur og hann var blár. Og það voru þessi tveir sem satt þannig að, já, ég Þórari og mun alltaf vera Þórari. En þá ætla ég kannski að koma að þessu aðeins með flökkukindin og það tengist Helgafellsbrautinni vegna þess að Grænuhlíðin og svo kom maður upp Helgafellsbrautin og þar var maður alltaf að renna sér á skíðasleiða en líka að teika niður Helgafellsbrautina, það var geggjað skemmtilegt. Snarbann og náttúrulega. En ég man líka eftir þessum þetta var 68, ég man ótrúlega vel eftir þessu snjódæmi og pabbi var náttúrulega hlaupandi allt með myndaðina en mér fannst þetta og svo verði ég að minnast á þessa rútu og þessa trókbíla og allt sem var þarna, mér fannst þetta allt svo ótrúlega skemmtilegt. Þannig að þetta var mjög góð tími og þessi skíðasleðar, þetta var bara eitt af skemmtilegt sem maður gerði. En ég sem sagt var mjög ung þegar ég fór að labba frá Grænilíu upp á Birkili 11 til Öll og Gísla. Adda átti reyndar ótrúlega mikið af góðum kökum líka. Hún var mjög góð bakari og ég man einmitt að hún gerði eitthvað sem var frá Norðausturlandi, Þórshöfn. Loftkökur sem var aldrei til heima. En ég bankaði og hún opnaði. Ertu komin þarna flökkukindin þín? Þetta var svona bara, ég verið 2, 3, 4 og ég man bara alltaf, ég var svo hrædd og bara, þá var ég bara að spyrja til Dröfn að leika eða eitthvað sem var 2 árum eldri ég og en hún kallaði mig flökkukind og ég mitt var svo agalega móðguð þessu. En svo hef ég oft hugsað til seinni tíð og þetta átti alveg mjög vel við mig vegna þess að ég hef alveg verið, ferðast víða og finnst mjög gaman að vera á ferðinni. Eitt sem við pabbi gerðum alltaf saman, það var að fara í sund. Þessi mynd þetta líka á heimakletti, hún birtist daginn. Og við söfnum trimköllum og ég leitaði mikið að fá mynd, ég muni eftir þessum barmmerkjum. Það var svona barmmerki sem að brons, silfur, gull og það, ég fann hvergi mynd af þessu og það var ég vildi að maður ætti svona vegna þess að mér fannst þetta var stórkostlegt. Ég var bara vel synd þegar ég var svona 5 ára. Enda ég fór alltaf með pappa og ég var alltaf svona minnum það að vera ískalt en ótrúlega gaman í sundi. En það sem var miklu skemmtilega við þetta sund og ástæðan fyrir ég fór alltaf í sund. Hvað haldið að það hefur verið? Það var ekki sundferðin, það var sem að gera á eftir. Það var normalbrauð með skorpu. Vogsabakar. Já, það var eina ástæðan fyrir ég var alltaf hangandi í þessari sundlu. Það var svo ég geti farið á snitt vogs, skorpuna. Við fengum skorpuna. Heit normalbrauðskorpa með og rabba var svolítið, það bara, ég fæði ég segi bara, það rosalegt En það var það sem að gerði bara á þessum tíma. Síðan fórum við úr Grænuhlíðinni í mjólkubúðinni á endanum á Grænuhlíðinni. Áskarður í dag? Já, Áskarði. Og í minningunum var ég með eitthvað hvítt kramarhús og reyndi að tegja mig upp með túkallinn og biðja göndla. Ég veit ekki hvort þetta rétt, en ég setti vindla með þetta kannski hljóma, því þetta svona einhver súkkulaði, eitthvað toffi, eitthvað ég manni, þetta ekki til í dag held ég, Göndlar voru langir og mjóir, vindlar voru stuttir og feitir. Langir og mjóir, það þá það sem ég er að tala um. Það var alltaf mín hvítu kramarhúsi. Það var aðalegri. Svo fór ég, eins og ég held áfram með þessa matarás, þá fór ég í, náttúrulega ammu, afa, Skuld og Geysi. Í Geysi var þetta mjög einfalt. Maður fór þangað
þá fekk maður bara pening fyrir ís. Það var aldrei ekkert langt að vera, maður fór bara niður í Geysi. Sko, maður fekk alltaf pening fyrir alls konar kröður í. En hjá ömmu, gagganum, það var ekkert svona, það var bara heimabakað og ekkert vesen. Svo bara, eins og það var alltaf sunnudagskaffi klukkan 3, bara, ég meina, amma dó 98 ára og hún var ennþá með sunnudagskaffi klukkan 3. Og maður sem sagt, hún skar hérna, hvað segir sýsti mín, jólakökurnar, hún þunnar átt að lesa í gegnum þær. Ummursneiðar, já. Nema ég man að maður bara var tótið, nefndi ekki að bíða allar að kjafta eitthvað, og allt kom á borðið og maður teygði sig svona. Þá kom hún bara gamla, ég var sko 45 ára og sló á puttana. Það var ekki búið að segja að gjöra svo vel. Takk fyrir sæll. En þar fekk maður mikla ást og umhyggju og hérna, mjög margt sem mann frá ömmu, það var líka kakósúpa var alltaf, nei það fyrst var sko steikt slátur með sykri og kakósúpa á eftir, þetta var bara, já ég er kannski að hætta að tala svo mikið mat. En það, og gagganum mann sko ég get nú varla að hafa verið send ein á þessum tíma, 5 ára, kannski 6 ára, ég veit það ekki, að labba frá gagganum niður á skólaveg, á móti, veit ekki númer hvað það er, kannski eitthvað, móti kirkjunni eða það sem maður var. Mér ásum, Efstahúsin? Já, það sem maður stótti toppamjólk. Það var líka heima reynda komin í glerflösku minni mig, grænlína, en hjá ömmu og afa í gaggu var þetta í svona brúsa. Vá, mér finnst ég vera 100 ára. Þetta er rosa. Við erum að sækja toppamjólk í brúsa. Jæja. En svo er það afi Afi Jónas, hann var húsvörður í gagganum. Ég held að það sé þessi mynd, já. Afi, þetta er mynd af mér þarna með, á þríhjóli með bleikan bamsa. Ég átti bleikan bamsa þegar ég var lítil og pabbi í gosinu var svo upptekinn að bjarga teppinu að ég fekk ekkert af mínu dóti og bleiki bamsinn hvarf sem ég sé mikið eftir. Það er mynd á hann sem ég finnst mjög falleg. Man mjög vel eftir þessu. En í gagganum þá var afi gekk í svona, ég finn ennþá lyktin í smíðakompuna hans, undir stiganum. Hann var í svona bláum húsvarðarslopp eða eitthvað, ég veit það ekki. En það var ekki aðalatriðið. Það voru mastasúkkulaði sem var í vasanum. Og þetta hét sko, hann var alltaf að gefa börnum mastasúkkulaði, en hann var alltaf alveg með sykurfengill og ég, þannig að þetta var nú mest handónum sjálfum sko. Hann átti alltaf kassa masta og en auðvitað fekk ég líka með honum sko, við vorum svona brother in crime, það var svoleiðis, það var hjá okkur, við vorum saman í þessu, mjög ánægð með þetta. Þessi mynd kom inn á heimaklætt daginn og hún er svo falleg og ég man svo vel eftir Önnu Matt og ástæðan því að ég er að setja þetta er að ég er ekkert endilega með góðar minningar af því að Anna Matt, okkur einustu jólum, þá fekk ég jólagjöf. Maður fólk bara gefa bækur, ég fekk rosalega, ég las endalaust af bókum og ég man hjá honum, Haraldi Guðna, að ég var búið með allt bókasafnið svona 12 ára, þá var ég komin í Ingibjörgu Sigurðar og Barbara Cartland og Terror Kjellskili, það var bara, ég búið með Frank og Jóa, ég búið með alla strákabökurnar, en Anna Matt, ég fekk ekki bók í jólagjöf frá henni, ég fekk heimaprjónuð nærföt. Og ég er ekki að grínast, þessi nærföt voru úr Gaddavír. Og það var settur í ullar nærból og mér minnir nærbuxur, en allavega nærból á hverjum vetri og maður, og talandi mamma sem er ADHD, nei, ég bara er í ullar nærból. Þetta er bara versta martröð sem er ekki að setja nokkuð barn í. Nei, en Anna Matt var falleg og flott kona. Svo er ein minning og ég veit ekki, þetta er svolítið eins og Munkhausen og kannski er þetta lygisaga, en í minningunni er það þannig. Ég setja með litlar hrylliskoðun og þetta er eitthvað hús sem ég finnst vera fyrir ofan það sem flugi var neðst á skóla. Ég er alltaf að tala um skólaveginn. Þannig að vera með tannlæknastofu þar. Ég var með lausa tönn sem ég var búin að reyna, eða mamma eða eitthvað búin að reyna að tóða út með spott og gekk ekki. Sverrir tannlæknir, sko í minningunni, í alvörunni, setti mig á lítinn koll sem að snerist. Hann sneri stólnum mjög hratt, tók taum og reif tönninn úr. Sagan er alveg góð, en í alvörunni þá man ég þetta svona, að þetta hafi verið gert svona. Ég hafi verið sett á svona koll, snúið harkalega, þannig að ég var bara orðin snarringluð, en svo ég segi, en
hvernig vissi hann hvaða tölnumót það var? Ég ennþá með mína sko, þannig að hann örugglega heyrt á rétta. En þetta allir, ég veit ekki af hverju þessi minning kom upp, en ég fannst þetta bara, kannski þetta lísaga, ég get ekki spurt neitt, ég man þetta svona. Svo það allt þetta bara með öll þessi orð og allt þetta fallega sem við eigum hérna bara með eins og trókbíll og tríkotið og manni mínu finnst ennþá fyndið því ég beðin að taka mullið að borðinu og henda skrallinu og allt þetta sem við notum hérna. Og það var sem mjög merkilt reyndar eins og í Reykjavík að það veit enginn hvað að bruna. Hver veit ekki hvað að bruna? Hvað gerir ykkur? Já, við brennum okkur. Já, ok, ég bruna. Ég held áfram að gera það. En að lokum þá, ég ætla nú að geta að hafa þetta mikið lengra, en sko, hjarta mitt hér og hér á ég mínar minningar og ég gekk náttúrulega í barnaskólan, ég fór reyndar 5 ára í barnaskólan af því systkini mín náttúrulega miklu eldri og voru öll náttúrulega löngu komin í skóla og ég heimtaði víst að fara bara að byrja að læra að lesa og var sett í, 5 ára fór ég byrjaði og þannig ég tilheyri árgangi 64 og hvort þið trúið í eða ekki þá var það Kjartan hérna sem að fermdi mig 28. maí 1978 og ég að segja ykkur, það er 40 ár það er rugl þetta en það er ástæðsmót í september þannig að þá ætla ég að hitta og ég minna alla mínar vinkunur, æskuvinkunur ég er í 2 saumaklúbbum, allt sem tengist Vestmannaeyjum og það er mjög sterkur og góð, þetta var 4 svona hópar, allan á ég 4 myndir af fermingarhópunum, þannig við vorum eitthvað í kringum 100 sko, þetta var mjög stór ágangur og við höldum mjög vel hópinn og erum með Facebook síðu og hitti reglulega félaga og þannig að þetta eru mínir bestu vinir í dag og ég hlakka mikið til að koma aftur í september. Takk fyrir mig.